Gleðilegan bóndadag, Hallgrímur. Takk fyrir, Hilda mín. Hvað segirðu mér? Við erum hérna á T-Bone Steakhús við Ráðhústorg á Akureyri og þið fóruð í leik sem að mér fannst svo ægilega krúttlegur. Þið voruð að reyna að fá konur til þess að segja okkur af hverju þeirra bóndi væri besti bóndinn. Já, við hrútarnir getum verið erfiðir oft, en við vildum líka fá að heyra sögurnar af þessum sem eru að standa sig og kannski verðlauna þá og þeirra ekta frú með því að bjóða þeim út að borða. En til þess að komast í pottinn varstu að segja þessa sögu. Af hverju er karlinn þinn besti bóndinn í bænum? Og nokkur hundruð sögum seinna og mörgum hlátursköstum þá erum við búin að velja úr hópnum. En hvernig er þetta með bóndadaginn og til dæmis matseld? Er þetta málið í dag? Eru konurnar að bjóða mönnunum út að borða í tilefni dagsins? Er þetta viðburðaríkur dagur, bóndadagurinn á þínum mati? Já, mér sýnst það nú, í þessum veitingageira. Það þagnar ekki síminn og pósthólið mitt er fullt af borðapöntunum. Það er bara brjálað að gera í kvöld og þetta er allt konur sem hringja, bjóða sínum köllum, sínum bóndum. Já, þannig að þetta er orðin þessi bóndadagur í merkingunni, svona andstaðan við konudaginn. Já, ég held að það sé kannski var konudagurinn meira spari, en núna held ég að þetta sé orðið, maður er að sjá frá vinum sínum að þeir hafa fengið einhvern skrítinn öl í litlum pakka í morgun þegar þeir vögnuðu eða blómvönd eða eitthvað. Þetta er stelpurnar eru farnar að spila með. Ég fann að heyra samt rosalega marga kalla að segja það er nú aldrei gert neitt á bóndadaginn fyrir mig en það verður allt bara truflað ef að maður græðir ekki eitthvað á konudaginn. Já. Ég segi að konudagurinn getur verið hvaða dag sem er. Það er bara, þú knúsar þína frú þegar þú hefur tíma til og eins með ykkur stelpurnar en það er skemmt, allar þessar hefðir og allar þessar sparidagar eru skemmtilegir og þarna vildu við kalla fram bara af hverju erum við að knúsa hvort annað og fengum þessar sögur fram. Sumum finnst svona dagar óskaplega leiðilegir og tilgerðarlegir og markaðssettir og eitthvað svona. Á meðan aðrir segja bara, er ekki að gera að nýta hvert einasta tækifæri til að komast út úr gráa hversdagsleikanum, það er nóg af honum. Jú, við erum í janúar og þú veist, kannski er þetta blómasöludagur, ég veit það ekki, eða við veitingamennir að reyna að krækja í business. En í lok dagsins er bara akkurat málið að brjóta upp daginn og gera eitthvað örlítið öðruvísi annars lagi. En viltu ekki aðeins nefna fyrir okkur, sögðu konurnar eitthvað fallegt um? Já, þær voru mislangar sögurnar og misítarlegar og þær komum frá köllum og þær komum frá konum og sumar voru að lýsa pappa sínum og það var allar gerðir. En gaman. Eins og eru margir, þá voru þær ólíkar og ég greip nú bara með mér nokkrar. Hún Unnur segir unnustu minn er bestur því hann sendi mig og dætur mínar í heilsudvöl í sveit á meðan hann tók íbúðun okkar í gegn. Og svo komu þær bara heim í glænýja íbúð. Nú þau hafa verið saman í 5 ár, hann hefur þolað mig í gegnum súrt og sætt, 2 meðgöngur og veikindi. Ég er alltaf jafn ástfangin á honum og svo við og broskallar og hjörtu og þetta var mjög gaman. Margrét skrifar sinn, minn bóndi er bestur þó hann hef aldrei verið í sveit. Hann er hnittinn, loðinn allstaðar annars staðar en á hausnum. Já. Það gerist á bestu bæði. Já, bestu bæði. Fjallmyndalegur og ég kikna enn í hnjánliðunum eftir 23 ára samband þegar ég sé hann í sparifötunum. Nú svo var hann Valur sem að vildi segja hann Palla. Nú veit ég ekki, en Palli er besti bóndinn. Hann er mjög góður við kindurnar sínar, smalar þeim, klappar, sendir í sláturhús, tekur á móti lömbum. Nú svo gefur hann þeim stundum að borða og stundum borðar hann þær, en samt ekki oft. Því að hann borðar svo oft pítsu, en það er ekki gott að borða of mikið af pítsu og þess vegna á hann skilið að fara á T-Bone. En þetta er náttúrulega yndislegt að nýta tækifærin til þess að segja þetta jákvæð og góða þegar að samfélagsmiðlarnir loga frekar af einhverju allt öðru heldur en. Stundum erum við alltaf svolítið reið og
og við eigum að vera meira góð, meira glöð og það snýrist þessi litli leikur okkar. Já, pínu ást og kærleika. Já. En með því fylgir einhver sigurvegari. Hún Kolbrún Halldórsdóttir, elsku Bjarki minn, þú ert sá allra duglegasti unnusti sem að nokkur getur átt. Einungis 27 ára, 3 barna faðir sem ert búin að næla þér í meistaragráðu í hugbúnaðarverkfræði og stofna þitt eigið fyrirtæki. Broskall. Þetta hefur ekki alltaf verið auðvelt en ég stend með þér í öllu sem þú vilt taka þér fyrir hendur því ég elska þig alla leið til túlsins og tilbaka. Ég treysti þér 100% til þess að vita hvað sé best fyrir okkur. Þú duglegi snúðurinn minn. Kossamynd. Þú átt skilið alla þá glaðningar sem til eru í veröldinni og ég vona innilega að þú fáir að njóta steikarinnar á T-Bone Steakhús í tilefni bóndadagsins þar sem það hefur verið draumur okkar lengi að fara þangað en ekki enn haft tækifæri til þess að njóta þeirra forréttinda. Broskall. Ef einhver á skilið dekur er það þú og ég vildi óska að ég gæti gefið þér allan heiminn. Hjarta, hjarta, hjarta. Ó. Þannig að þetta er þarna út allt. Ég fæ gæsahúð á kálfana, er það alveg eðlilegt? Já. Svo getum við lesið þetta á Facebookum síðunum. Nákvæmlega. Ókomna tíð. Já. Bara takk fyrir að deila þessu með okkur og fallegt að gera þetta með þessum hætti. Bara takk fyrir ykkur stelpur að vilja segja eitthvað fallegt okkur og taka þátt.